Komiðið, blessu og sæl og veriði hjartalega velkomin í Á meðan nótunum. Natalie Guðríður heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólafsson. Sæl. Og við erum í samstarfi við Bíóparadís og við erum hér á samstöðinni, þáttur númer 2. Við erum búin að færa okkur setur og við erum komin í stúdíó B, minna stúdíó. Já. En þælar og meiri okkar anda, myndi ég segja. Já. Og hérna, en þá þessi Sakkelfernakus Between Two Ferns, ég að fíla þetta. Já, það blóma þarna og þetta cozy og þetta nice og bara virkilega gott að vera kominninga. Já, hér góður andi. Heyrðu Óli, hvað segirðu gott? Ég þess þú viskan. Ég ágætt, sko. Ekkert meira það? Jú, ég meina það, ég meina ég segi bara gott, sko. Okay. Hvernig? Ég góður. Já, búin að hafa gott síðan við vorum það saman síðast. Já, það Haglél í morgun, tókstu eftir því? Já, sko, er sko monsún tímabilið komið til Íslands? Erum við í monsún tímabilið? Ég veit ekki, ég veit að spyrja þessu sama, hvaða, regn var þetta í dag? Nei, ég bara spyr. Kósi, gott fyrir gróðurinn og allt það, já. En þú veist, ég bara spyr. Það sem ég velti mig fyrir, eða sko það sem ég var að spá í með, sko að þetta er svo þung rigning, þetta er svona útlandaregning. Þú veist, ég hugsa svona þegar svona verið að lesa, eða þú veist, þegar maður hugsar og svona var að tala bara rigningatímabilið, bara eitthvað svona í Biblíu Times. Það er svona. Er það að tala Örkinn og Snóa og okkur þannig? Já, bara svona fór Örkinn og Snóa á flot. Þetta er rigningin sem að var til þess. Þetta er rosalega. En þetta er gott fyrir blómin. Þetta er gott fyrir blómin og maður finnur svona ferskleikan komi og svona vorlyktin komin. Já. Sem mjög ánægð með, verð að segja. En þú þarft alveg á pollagalla eða þú ætlar að fara út í þessu veðri. Natalie, það var ekki það mikið. Jú, mér finnst það. En allavega, gott fyrir blómin og það er flott. Það er ýmislegt búið að gerast síðan við hittum síðast. Bægast sagt, já. Og við erum að tala að Eurovision vikan hafin, Óli. Vissirðu það? Og ég vissi það og ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Og í kvöld hún Hera Björk að stíga á stokk og það er ekkert allir mjög ánægðir. Það er rosa lítil stemning fyrir Eurovision, já. Ég held ég aldrei upplega eins lítil stemningu fyrir Eurovision. Skiljan fuckinglega. Bara segja það, sko. Sammála. Og vissið þú að það eru samstöðutónleikar á nákvæmlega sama tíma í kvöld sem að verður sjónvarpað í beinni útsendingu á Stöð 2? Já, er ekki Háskólabíó? Já, hvar svona... MC Gauti, er ekki það tónleikar? Það er bara eini samstöðutónleikar sem er í beinni á Stöð 2, sko. En þeir verða allavega, og það er mótvægi við keppnina. Ok. Og stórar fréttir frá RÚV. Ég myndi segja að það væri mikil bomba. Hvað? Fréttabomba að Óli Palli ætlar ekki að horfa á, sem er sko herrarúf, þú veist, hann ætlar ekki að horfa á Eurovision, hann ætlar að horfa á samstöðutónleikana. Ok. Það er ákveðin skilaboð það er rosa skilaboð, sko. Út í samfélagi. Vissið þú að Silvía Björk, Loftang, vinkun okkar, hannar kjólinn hennar Heru Björkar? Það vissi ég ekki, reyndar. Hann er 6,5 kíló. Er hann 6,5 kíló? Já, þú þarft að vera bara í hörku formi til að geta komið fram í þessu. Hún er reynda, hún er alveg í góðu formi, sko. Hún er í góðu, því ég verð ekki tekið að henni. Þannig að þú veist, hún er 6,5 kíló. Ok. 6,5, Við til við Silvíu í blaðinu í dag. Hún er að hanna kjólinn. Vá. Ég held að tjekka medal. Silvía er geggjar hönnur. Hún er alveg með þetta, shout-out. Reisa shout. Hún er að leggja 6,5 lóð á vogaskálanum. Þú veist. Herri, nei, ok, en nei, ég ætla ekki að taka það, alltaf þú horfa, þú veist, ég er alveg boycotting this shit, sko. Ég bara er ekki með list á þessu og mér finnst þetta óslega leðilegt. Að því sögðu, Óli Hjörtur, þá langar mér samt að senda Heru Björk góða strauma. Ég er alveg mótfallin öllu skítkasti og mér finnst alveg óþarfi að því að Hera Björk er sko Eurovision söngkona og Eurovision fari og þú veist, og þetta er bara, þú veist, og hún er að reyna að gera sitt besta og það er búið að draga þessa konu í svaðið fyrir að vera að taka þátt. Hvað finnst þér það, skilja? Sko, hún kom með eitthvað yfirlýsingu, eða hún kom ekki yfirlýsingu, hún sagði eitthvað viðtali að hún ætlaði bara að faðma Azriel,
söngvaran frá Ísrael og lagið frá Ísrael var rosa gott sko, nú veit ég hvort þú ætla að taka Má þátt hún ekki til dæmis ekki bara segja það? Jú, algjörlega, sko, en bara, þú veist, þetta var svolítið ekki í takt til það sem er í gangi. Tjörguð og fiðruð. Já, algjörlega, en ég veist að ég segja, þetta er svolítið ekki í takt það sem er í gangi í íslensku samfélagi, finnst mér, eins og ég upplega það, sko. Já. Þannig að, hún ákvað að blanda. En ég meina, þetta er hennar val og bara ganginu vel, segja ég bara. Hún hefur ákveðið að skilja pólitík frá keppninni. Og það í raun og veru sko upplægið með þessa keppni að þetta sé ekki pólitísk keppni en ég meina þessi stigagjöf er náttúrulega hápólitísk og það hefur nú verið frá day one sko. Eystrasaltslöndin hefur alveg ræðað það eitthvað. Það er samstaða. Við höfum alltaf gefið þeim, þeir alltaf gefið okkur, eða ekki? Veistu það er eins og við gefum öllum og enginn gefur okkur. Það bara hefur alltaf verið reglan í Eurovision, stigagjöfinni. Ok, en talandi Herubjörg og Eurovision, vistu þú ég framleiti Eurovision myndbandið hennar árið 2010 þegar hún tók þátt í Je ne sais quoi. I produced that. Je ne sais quoi. Ég framleiti það ásamt velverðnu krökkum. Ok. Og við vorum í Sundlu Reykjavíkur fram á nótt. Valdimar Örn Flýring lék Ástar. Þessi að gaur sem hún var skotin í, hann var sundvörður. Sundlaugavörður og hún var í sundi og mjög skotin í hana, hún var í kjóli í sundi, þetta er mjög skrítið myndband. Sigrún Skaftar leik í því. Ok. Já. Wow. Það brjálaði að gera og 3 algjörir hanks. Já, þannig að þú hefur komið að hennar list. Já. Je ne sais quoi, segi ég nú bara. Já, en þú veist, það sem ég reyna að líka segja með þessu er að, þú veist, hún er bara að taka þátt og hún er bara að reyna að gera, þú veist, þetta eru erfiði tímar og þetta eru hrikalegir tímar, en mér er bara eins og ég segi að ég veit það ekki. Ekki senda bara ljós. Ekki það með ljósin. Ljós, gangi ég vel í kvöld, ég ætla ekki að horfa, en gangi ég vel. Og bara samstöðutónungar gangi þeir líka vel í Hofsvöllum. Og hún á bara Hofsvöllum. getur staðið upprétt í þessum kjól, 6,5 kíló. Þetta er alveg, ég meina, fólk í crossfit og bootcamp og svona, þú veist, það er að fara í svona margar kíló að vesti bara til að þingja sig, til að, þú veist, þetta er alveg ekstra átök. 6,5 kíló. Yes. Crazy, já. Það er rosalegt. Svo voru svolítið stór sjónvarpsviðburður síðasta föstudag á RÚV. Ok. Og það voru okkar fyrstu forsetakappræður. Fylgdustu með þeim? Sko, ég horfði helmingin að þessu. Já, fyrir eða seinni? Svona, ég skipaði svona á milli og ég fekk bara svo mikil önglarhroll að ég bara I can't do this no more. Já, þetta var fyrir Only the Brave. Þetta var bara, þú veist, þú þurftir að negli í því nokkara til að geta horta þetta út, sko. Ég nefnilega horfði og ég hugsaði þetta er akkurat sjónvarpsefni þar sem maður stressborðar, stressborða yfir og þeir sem að eiga við einhvers konar stressvandamál að stríða, þetta er prógramið sem þú ert bara Ég veit það. Það er alveg þannig, það var rosalegt. En hvernig er þetta? Er Hallarhund ekki ennþá número 1 í skoðanakönnunum? Hallarhund er efst. Okay. Hún fannst hún standa sig alveg, þú veist, hún stóð sig ágætlega. Ok. Ástór var náttúrulega bara Ástór. Ástór var Ástór. Mér var Steinun Ólína, hún var alveg að senda Katrínu Jakobsdóttir tónin. Sko. Tónin? Hún var að setja henni því líka pillur. Það voru pillur og það voru tónar. Ja, það var tónaflóð. Það var tónaflóðana hjá Steinunni. Og Pilluflóð. Ásdís Rán var held ég bara með kvót kvöldsins og kvót ársins so far. Hvað var það? Af því þú veist, sko, hver einasti forsetaframbjóðandi máttu spurja, skilurðu, og sjálfsög voru margar spurningar á Katrínu, líka Höllu, af því hún er efst sem að skilur, svo bara Ásdís Rán. Ég með spurningu til Katrínu Jakobsdóttir. Hvað finnst þér að kyntákna eins og ég sé að bjóða mig fram til forseta? Ég vissi það því. Yes! Oh my god, Ásdís. Katrín, mér finnst það bara fínt. Já, það er bara flott í þér. Hvað finnst þér að kyntákna eins og ég? Góð spurning. Já, ég bara, geggjuð spurning. Ásdís. Ég bara veist að þetta eru spurningar sem ég vil fá. En af hverju maður spyrja Katrínu sérstaklega því? Þetta er spurning aftur á móti fyrir Ásdísi. En mér fannst þetta góð spurning frá Ásdísi til Katrín. Af því að þú veist, af því að Katrín Jakobsdóttir er rosalega reyndur pólitíkus og hún á í engu vandræðum, þú veist, hún er vön að fá á sig sko þungabolta, hraðabolta, sleipabolta, alla boltana í sko húsinu.
En þennan bolta, hún átt svo innilega ekki vona á þessu, hún var alveg, þessi svona fór þessi kynnin á henni, hún er eitthvað, fínt. Það var aðeinslegt. Okay. Já, þetta var alveg bara, þetta var rosalegt, sko. Ég sé eins og sá þegar Viktor, wildcardið. Viktor, ræðum hann er wildcard. Hann sagði náttúrulega, hann kom bara með einu spurningu fyrir alla. Ég sá það þegar hann segir, réttu pönd sem fannst þetta sem lenti því að þeir voru spurði hvort það frambóð þeirra var í djók. Já. Ég tók eftir að Jungnar réttu pönd, Stein Ólínar réttu pönd, hvort það Ásdís sá ekki líka réttu pönd með okkur annar. Já. Og síðan var það bara búið. Já. En mér finnst það gaman að ég skulle bara ótrúlega venjulegur maður úr bara atvinnulífinu bara að bjóða sig fram. Ég verða, sko nú er rándýrt að bjóða sig fram til forseta. Þetta er rándýrt. En það er þak, þau mega bara eyða eitthvað x milljónum. Og eins og við vitum, þá er Ástór Magnússon að selja bókinni sína. Eitthvað, þú veist, Virkjum Bessastaði. Ja. En Ásdís Rán er að fara aðra leið. Okay. Og hún er byrjuð með söfnunarsíðu á carolinafund.com. Já, girl. Og mér finnst þetta svolítið flott hjá henni. Hún er að bjóða upp á sko nokkra tegundir af styrkjum. Það er bronsstyrkur, 30.000 kall og þá far shoutout á samfélagsmiðlum og áritaða mynd. Fíla það. Mér finnst 30.000 kall gjöfin ekki gjald fyrir shoutout á áritaða mynd. Já, Svo getur hún náttúrulega líka borgað deluxe styrk sem er 60.000 krónur. Þá færðu skemmtilega vídeokveðju. Auðvitað áttunni shoutout á samfélagsmiðlum, áritaða mynd og Ice Queen kaffibolla á skrifstofuna. 60.000 krónur. Kaffibolli með Ásdísi Rán. Þetta er deluxe styrkur. Það er góður kaffibolli. Svo erum við að tala silfurstyrkin, 120.000 kall. Okay. Þá færðu geggjaða Ice Queen vídeokveðju, áritaða mynd, Ice Queen kaffibolla á skrifstofuna og 8 inni kaffibolla á Bessastöðum. Þarna myndi ég alltaf dúbla og fara í silfurstyrkin, sko, ef þetta snýst ég meina þarna ertu komin í geggjaða kveðju, sko. En, last but not least, nei, ok, það eru 2 eftir. Viltu vita hvað það er? Það er gull. Já. Ok, þá erum við komin í gullstyrkin. Af því þú veist, þú ert á svona Karolínafund, þú veist, þú verður að bjóða upp og eitthvað. Já. Ég elska að hún sé bara, já, ok. Gullstyrkurinn, þú færð bara kaffiboð, þú færð bara kaffiboð ef þú velur silfurstyrkin. En ef þú kaupir gullstyrkin á 225.000 krónur, þá færðu kampaðinsboð á Bessastöðum og forseta selfie og auðvitað einnig shoutout á samfélagsmiðlum. En ekki nóg með það, þá færðu heimsókn á vinnustæðin. Óli, getur ímyndaður að myndi koma í Bíó Paradís og bara halló, hér er ég. Hvað er það að bjóða upp á? Poppauðlosla og sóta. Oh my god. En hún myndi kannski fá sparkling, eitthvað. Já, absolutt, fyrir allar byrgi myndi fá eitt brútglas. Heyrðu, síðasti styrkurinn, Platinum, 375.000 krónur. Og í því, þetta er bara viðtal, hún er að segja þetta, þú veist, ég er ekki búið til. Okay. Hún segir, ég mun hringja stanslaust í þig og ræða við þig forsetahlutverkið og auðvitað farið áritaða myndið að plaggat, vídeokveðu kaffibolla, shoutout á samfélagsmiðlum, sýnisferð og dinner á Bessastöðum og VIP í kampaðinsklúbbinn. Hvað er kampaðinsklúbb? Mér er okkur svolítið að vita það. Kannski er hún að fara að stofna kampaðinsklúbb. Kampaðinsklúbb í Bessastöði? Sko, persónulega myndi ég hafna platinumstyrknum af því ég er ekkert svona mikið fyrir samtalið, sko. Eða skilur, ég myndi alltaf vera bara eitthvað, ok, Ásdís, ég veit ég var að styrkja það nefnir á platinum, en bara, þú veist, þú þarft ekki Leave me alone. Þú þarft ekki að hringja í dag, ég er góð, bara hafa það, skilur. Ég tengi. En þetta mér finnst þetta vel boðið, sko. Ok. Eða skilurðu, af þessum styrkjum, hvað er að heillaði mest? Ég myndi taka platinum. Hringja stanslaust í þig. Ég veit ekki alveg með stanslaust, ég veit að það er ákveðin mörk, ég myndi vera bara Ásdís. Og stelpunar er að fara í sumafrí, ætla þú að vera að sinna öllum e-mailunum og með Ásdísi Rán á línunni ofan á það, bara hæ! Ég myndi alveg taka sensina, sko, en ég myndi segja bara við Ásdís, ég laus þarna, ekki 24/7. Óli, það er samt það sem að fylur í... Stanslaust, ætlar hún vera bara, verð ég bara spítal hjá henni? Hún er kona sinna orða, ég skal sko segja þér það, Óli Hjörtur Ólafsson, ef hún verður kosin forseti, þú ert að fara að styrkja hennar platinum styrk, þú veist, vertu með hleðslutæki á þér, af því hún er að fara að hringja. Ég er spennt fyrir þessum
silfurstyrk. Að ég hef ekkert við kampaðis búið að gera. Þú drekkur ekki heldur kampaðin. Ég er að segja, þannig að silfurstyrkurinn, ég til yfir geggja Ice Queen vídeokveðu, sko, og kaffibólla sjálfsög, að því ég drekka... Hver er minnsti styrkurinn? Hvað er það mikið í peningum? Svaru? Alveg bara, þú veist... Alveg minnst. The first one, bara svo fyrsti. Sko, það er 7.500 krónur og þú færði áritaða mynd. Ég er til í áritaða mynd. Ok. En svona ef þú vilt fara í svona styrkina þar sem er einhvers konar málmtegund tengd við styrkin, þá væri það bronsstyrkurinn á 30.000 krónur. Þá færðu shoutout á samfélagsmiðlum og áritaða mynd. Þú veist að ég myndi splæsi brons, af því ég væri til í shoutout frá Ásdís Rán. Ásdís Rán, já. Yo, Natalie. Á myndi að segja ekki það. Whoop, whoop. Hvernig myndi þú segja? Æ, fattar þau. Hún segir bara takk, Natalie. Það myndi ég pinna í highlights. Ég er ekki með neitt pinnað. Er ekki talað um að pinna í highlights? Það myndi ég talað um pinn í highlights. Nei, ég meina Steinunn Ólína komið alveg svaka post á Facebook eftir það. Hún var bara, jæja. Hún er ógeðslega ósátt við Katrínu Jakobsdóttir og hennar skrýmsladeild. Hún er búin að vera ósátt við Katrínu Jakobsdóttir since day one. En hún er ósáttari en hún hefur verið. Því að núna er hún að tala um að skrýmsladeild Katrínu Jakobsdóttir og Morgunblaðsins er farin að stað og hún er að herja á Höllurhund og hún er að herja á Baldur af því þeim gengur vel og þau eru svona í kringum hana í stigum. Ég meina Hallarhund, hún varð fyrir alveg, hún fekk það óþveið í spursmálum sem að Stefán Einar Stefánsson er spyrill og þáttur sem er með á MBL og ég meina, þú getur ekki farið meira til hægri, þú veist, það sem er meira til hægri, ef það er ekki hægt, það er bara hægri og þú veist, þú stuppi vegginn, hann er þar. Ok. Og hann var að grilla hana og hann er alveg búin að fá mjög mikið svona bara, hvað getur maður sagt, fólk er svolítið svona, já, fólk er frekar fólk er svona frekar fólk er að tala um hvað hann þjarmaði mikið að henni, sko. Og hún var að skrifa um Steinunn Ólína og segja bara að það eru öfl að störfum hérna, auðvaldið sem vill fá hana Katrínu Jakobsdóttir í forsetastólinn og svona ég mæli með að ef fólk vil lesa þetta er smá lesning en mjög áhugaverð og það er bara, vil hún meina að það sé bara fólk í fullri vinnu hjá Katrínu Jakobsdóttir við að ég meina Katrín búin að fá sitt það lítla um þau sko. Mér finnst bara magna að þetta er orðið svo steikt eitthvað sjálfstæðisfólk ætla að kjósa konu allt er komið það en sem var formaður Vinstri græna það er skrítið en ég er að tala um það hvernig þetta er búið hún er fá öll sjálfað hvað myndi ég halda sko, eða flest öll, skilur já, allavega virðist hægri vængurinn vera mjög hrifin af henni Katrínu Jakobsdóttur mjög svo og hvað það þýðir sem er bara bara miðað við þegar þetta byrjaði árið 2017 þegar hún var kosin forsætisráðherra okkur hefði ekki grunað á þá ég er að meina það en í dag kemur það kannski mér ekki beint og óvart ég er að segja það en svona, árið hefur verið 2017 og lítið í kristakúlu og séð allt saman það hefur verið bara what? Just saying en eftir að hafa skipað yfir þessar forsetakappræður var einhver sem stóð upp úr og þú varst bara þessi er virkilega komið mér óvart og já, ég er farin að sveigja mitt atkvæði átt á Nei, ég er eiginlega sko, ég var komin á Baldur síðan einhvern veginn kom Hallar Natalie Já, þú varst, hallaðist að Baldri Hallaðist að Baldri og síðan var ég komin svona kannski er þessi Hallarhund eitthvað máli, en núna I don't know anything. Þú hallast ekki lengur á Höllu. Ertu swingandi með þetta Höllu? Ég er swingandi, síðan er smákomin inn í Jón, skilur, hann er alltaf svona að ablast meira á mig, sko. Er hann að ablast meira á þig? Já, eða svona, he's growing on me. Já, hann er að vaksa á þig. Hann er að vaksa á mig. Já. Ef svo maður segja, þannig ég er rosalega óákveðin, ég verði að segja. Katrín Jakobs fær ekki mitt atkvæði, það er alveg á hreinu, Ástór fær ekki mitt atkvæði, Arnar fær ekki mitt atkvæði. Hann er vist mjög óvinsæll, hann sko 70% segja óvinsæll hjá hverjum?
bara öllum þeim, bara sko að hann óvinsælasti kandidatin af öllum. Er það? Já, hann fekk 70%, nei, af einhverjum Gallup-könnun. Það var bara... Málið við skulum Og Katrín aðeins var á eftir honum, hún já, fékk en 41%. sprautum okkur aðeins niður með þessar kannanir. Ég veit ekki í hvaða blokkasamstæður verða að ringja og fá þessu svör. Það er enginn að ringi mig. Ef verða að ringi þig? Nei, en við búum bæði 101. Ég held að 101 sé bara eitthvað excluded. Hverju? Já, 101 er alltaf Erum við ekki fólk líka? Við erum fólk líka, en það er eitthvað eins og 101 eitthvað er bara þess er ég að segja. Sleppum 101, tökum 107, 105, 103 Heldur þú að þetta séu hérna tölunar sem að Gallup er að vinna með? Mér finnst bara einfallega, ég veit það ekki, þetta er eins og með gagnrýni og mynd, þetta er bara einsmanns skoðun, skilur, þetta er eins og með Höllu Tómas, það má ýmislegt segja, veistu hvað vibes hún var að gefa mér í svona forsetakappræðum? Já, Manst eftir vondukonunni Harry Potter 5, ég var nefnilega að horfa daginn, Imelda Staunton leikur var hún að gefa þannig væp sem var eitthvað bleiku og var óslega mikið brosandi en var að þú veist meiða þig skilur ég er ekki að segja Halla Tómas meiði fólk Guð minn almáttugur, þetta er augljóslega yndisleg kona víðlesin, víðförul í besta skilningi been around the block í besta skilningi en þú veist með þetta bleika þetta var bara vibes ég skilir, Chanel-dræktin og brostuðu út að eyrum hvernig fílaður hana? Sýsti mín dyrkar hana, sko. Þessi kona kemur alveg óbáslega vel fyrir. Það vantar ekki, Óli Hjörtur. Og þau koma öll vel fyrir. Eins og ég segi, þú veist, wildcardið er Viktor, en ég meina, hann verðist bara raunverulega að koma til dyrana eins og hann er klæddur, hann er ekkert að grínast með Nei, ég held að hann sé bara raunverulega að koma til dyrana. Og ég meina, hann er í þessum sala því að 1500 manns, 1500 einstaklingar skrifuðu undir hjá hann. Þannig að hann fór bara á djammið og fekk undirskriftin það, sko. Vissur það ekki? Vistu það, Óli Hjörtur? Ég ætla ekki, vistu að við erum bara við tvö að ræða málin, mig gruna. Hann var að tala við Atli Bolla, sagði við hann sagði þess að hann var á röntgen og kemur þessi Viktor, viltu maður fá undirskriftin mína? Og hann bara, já, hann fór líka á kaffibarinn. Ég vissi þetta. Byrjum að byrjun. En ég meina, þetta er ógeðslega gott að gera þetta svona. 100%. Sorry með mig, ég var að bjóða mig fram, þá er ég bara eitthvað. En hvað gerist samt þegar þú neytir áfengis? Þetta er bara búið að rannsaka, sko, ég bjóði þetta ekki til, þú bjóðst þetta ekki til. Eðli efnisins áfengis er þannig að það slekkur á framheilinu þínu. Ég ætla bara að, þú veist, hvað er hægt að segja meir um það? Þetta er gott move. Já, hann gerði þetta, en ég hugsaði með 1500 þetta er, en ok, svarinu, það er búið að svara því, djami gefur, djami tekur. Heyrðu, svo var annað svolítið stórt sem var í gangi í gær og það er tísku viðburður. Met Gala, það sem að það var allt gjörsamlega vitlaust. Veistu hver var á Met Gala í gær? Og þetta er eitthvað svona sem mér langar bara að... Ég sá bara hverju mynd að Zendaya í morgun, ég er ekkert bara allt frægasta fólk og svona allir heitustu einstaklingar alheimsins eru mættir þarna. Það er Met Gala. Ég veit það. Þú færi bara boð ef þú ert bara algjörlega málið í dag. Það er einu einstaklingarnir þér. Ég er að lasa að þeman var Sleeping Beauty. Okkar ástkæra Laufey Lín var þarna. Laufey Lín var á Met Gala í gær. Mér langar bara aðeins sem við stöldurum við og áttum okkur á því hvað þetta er stórt. Ég veit það. Það að Laufey Lín sé á Met, er þetta ekki fyrsti Íslendingurinn sem er á Met Gala? Hlýtur að vera hlýtur ykkur Íslendingar að fara á Met Gala. Hver? Að vísu hefði ég trú að Lindu Pétursdóttir. Linda, þegar þú segir að Linda P. Hún er Natali, þegar bóka ykkur Íslendingur fara á Met Gala. Akkur er bóka hver? Björk. Það væri það Björk. Björk reyndar. Björk er eini kandidatinn. Jakob Frímann tjók. Björk er með eina svona stjörnurisið. Hún er eini Íslendingurinn mögulega Sigurós. Sigurós, ég myndi aftur reyndar Sigurós. Laufey Lín. Mér langar bara að segja hamingju. Laufey Lín, sko. En ég fór eins og með systur minni til New York þegar Met Gala var á 2018 og með bráðum. Við vorum bara í 2 nætur og Met Gala var á sama tíma. Já. Svo ég var að tala við vin minn sem rak Chanel búð í í New York og þegar ég var á flugvöllunum og leiðinni heim þá sendi mér skil bara ég gátum ekki hist vegna þess að það flætti inn í búðin hans. To make a long story short þá sagði hann ég hefði ekki þetta miða Met Gala þér og fjölskylduðinni
það er ekki verið neitt mál, ég bara, þú ert að segja mér núna. Nákvæmlega. Óli, það er ekkert mál að þetta sé miða á Met Gala, það er minnsta mál í heimi. Að þú þekkir Ég skal fólk. finna þetta SMS fyrir Óli, þig, ég þetta trúi er þér, símanum. þú þarft ekki að finna, en þá erum við að tala ef þú hefði farið á Met Gala, þá væri þú mögulega fyrsti Íslendingur, þú og systir. Þið hefðu verið, ég meina, þegar þið eru boðið í þetta partí, þá þú veist, það fá allir að vita. Ég neita að trúa að Laufey sé fyrsti Íslendingur sem fer á Met Gala. Ég lýsi hér eftir, sá Íslendingur sem að fóru undan Laufey Lín, gefið sér fram, Björk Guðmundsdóttir, ég veit þú ert að hlusta, ef að þú hefur farið undan, skiptir ekki máli, en allavega hvað máli skipt það? Innlega til hamingju Laufey Lín, bara virkilega vel gert og hún var roboðslega sæt. Hún er algjör dúli baby. Hvernig var hún klædd? Heyrðu, hún var í, sko þú veist, það var þetta þema sem við varst að tala um, Sleeping Beauty's Reawakening Fashion, sem því það vantarlega samkvæmt því að tískan hafi verið sofandi, en við skulum endurvekjana. En ég meina, það er þema, það var svolítið mikið blóma þema. Já. Og hann og heitir Prabal Gurung, fatahönnuðurinn, sem hannaði kjólinn hennar. Hún var stórglæsileg. Hann var með henni, sko, hann var alltaf eitthvað bak við henni, bara laga kjólinn. Heyrðu, svo er eitt komið á Netflix sem ég langaði bara að ræða við þig og það er allt svolítið vitlaust út af þessu. Tom Brady, fyrirhandi maður hennar Giselle Bundchen. Tom Brady er sem sagt amerísku fótboltakappi. Boston, Massachusetts. Já, og svona einn af þeim farsælustu. Bara farsalasti. Já, mögulega farsalasti og hann var að skilja við Giselle daginn og hún er alveg búin að koma í viðtal og segja bara við gerðum þetta óbúslega vel og bla 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 bla. Nema hvað? Ég vissi ekki að þetta væri á Netflix en hefur séð svona comedy roast. Það sem það er ein manneskja tekin fyrir og það er fengnir fullt af grínustum og þú er tekin og þér er rústað í nafni grínsins. Þetta streama live núna helgina, sko. Tom Brady fekk eitt stykki roast á Netflix. Já, þessu var streymt í beinu streymi. Beinu streymi á Netflix. Það er allt vitlaust út af þessu. Giselle er brjáluð. Þau voru að segja, veistu það, málið er, ég er búin að sjá bara klippur úr þessu og þú veist, ok, þetta er í nafni gríns og þetta er í nafni gamans, en ég get ekki séð hvað er gaman við þetta. Það er bara verið, þetta roast er bara, þú veist, þau fara svo langt, Óli. Þau eru bara eiginlega að vera vond við hann, sko. Sko, eina sem ég las þetta roast, ég veist ekki að þessu, en ég las eitthvað staðar bara mjög snögglega að Kim Kardashian hafi verið búið af áhörfundunum. Mikið verið að gera grína henni, þau eru orðið við að vera að hittast. Tom Brady og Kim? Já. Mér finnst það úslega til dæmis leiðilegt að, ok, það má segja say what you want þessa konu. En ég meina, hún er bara hörkudugleg. Absolutt. Og hún er bara, þú veist, hún er bara að vinna mjög hart fyrir sínu og er bara, eins og segja, hörkudugleg og púða á hana. She's just doing her thing. Ég meik ekki að horfa á þetta. Mér finnst ekkert gaman við að sjá fullt af öðru fólki vera niðurlæga aðra manneskju. Sorry. Ég ætla bara að stoppa. Roast náttúrulega gengur út á það. Já, en þetta er svo mikið. Svo steig einn Jeff Ross sem er svona mjög þekktur grínrostari. Hann fór yfir strikið. Þau fóru svo mörg yfir strikið. Og Tom Brady sem er smá mistök að hans hálfu að því hann fór yfir strikið en hann fór upp á svið og segir eitthvað svona aldrei segja þetta aftur sem að bara heyrðist í hljónumannum og það að því að hann segir við hann ekki tala um þetta, það snerist eiganda af einhverju fótboltaliði þá náttúrulega fær þetta miklu meira athygli. Ég er að segja þér að gæinn var að tjekka á þessu ég meina gæinn var tekin gæinn er bara núna í lastri hliðalegu anti-póka eftir þetta sko hann fór ekki vel út úr þessu gæinn sko ángríns þannig að þetta er það sem var í gangi. Heyrðu, en hvað vikuna varðar þá er frí á fimmtudaginn sem þýðir að það er húllum hæ fyrir þá sem að vilja lyfta hvað getur maður sagt? Lyft upp betri höndinni. Nei, betri höndinni. Þeir sem að vilja lyfta undir sig öllum þeim vangjum, öllum þeim fótum og betri fætinum. Betri fætinum, vá. Þá er frí á fimmtudaginn og það eru guðskustónleikar í Gamla bíó. Það stemmir, gussarnir eru að spila. Guðskustónleikar, við erum að fara, Óli. Ég veit það. Við ætlum að koma með smá rapport tónleikana í næsta þætti, eða ekki? Jú. Ég ætla að minnast á það, segi ég ætla.
við ætlum að fara á Guðskustónleika og ég er nú alveg svolítið svona spennt fyrir því. Þú voru ekki að gefa út nýja plötu? Þau eru svo dugleg, krakkarnir í Guðskust, þau eru alltaf að gera Ég er allavega mjög spenntur. Það búið svo mikið að auka frídögum núna. Þessi mánuður er alveg ekstra góður. Sérstaklega sko eftir sko páska þá kom alveg fullt af dögum. Það er fyrsti maí, núna er þetta ekki uppstigningardagur. Svo kemur annar í hvítusunnu 20. Þannig að næsta, eftir viku, eru 3 djamdagar í röð. Föstudagur, laugardagur, sunnudagur. Búm. Þannig að fólk getur vægast sagt fengið sér einn gráan, nokkra gráa. Já. Muna bara að ganga hægt innum gleðina dyr að því að maður sér það bara úr dagbókum lögreglunar þegar svona góðviðrisdagar bera garði að þá fer það svona fólk leyfir sér meira og fólk svona sleppir meira sér bislinu og maður sér það bara á dagbók lögreglunar. Þú veist, það hefur verið meira svona, það verður svona skrýtnar fréttir. Tékkar eitthvað dagbók lögreglunum helgina vegna að ég fór, áður en ég hitti þig á laugardaginn, þá sá ég sko 3 gæsapartí niður í bæ. Já. Og það var eitthvað svo gott veður og ég held ekki að það var svona fyrsta helgin sem veður var ógeðslega næs. Já. Þannig allir voru til í þetta, allir nýbúin að fá útborgað, þannig að það var alveg, ég hafði ekki þorið í þetta. Já, jú, það sem gerir það verkum að fólk byrjar fyrr, drekkur hraðar, þar að leiðandi ertu búin að stimpla þig fyrir út og ég meina, sko, í raun og veru, væri það bara best fyrir þig, þú ert að byrja svona snemma, að þú myndir bara drepast áfengisdauða og líka myndi gefa sig og þú færi bara í beddan. En það versta sem getur gerst að þú drekkur yfir þig, deyrð áfengisdauða en líka minn heldur áfram að starfa og þá gerast glóríurnar og það voru svona þannig fréttir í dagbók lögreglunar eitthvað svona maður ofurölvi á veitingastað og eitthvað svona veitastað og eitthvað svona skrítið svo leiðilegt og bara farið varlega, muna að drekka vatn á milli og fá sér að borða fá sér majónesuna absolutt drykkur vatn majónesa svo kannski aftur vatn, þá fyrst aftur drykk. Ef þið haldið ykkur við þessa uppskrift, þá getið þið sloppið við að komast í dagbók lögreglunar. Þið heyrðu þetta fyrst hér. Manst þú til hljónstinni Mammas and the Papas? Ok, úr einu yfir í annað. Þetta tala Mammas and the Papas og vinsal á 1969 því ég var ekki fæddur. Óli, alltaf þú að segja mér þú hlustar ekki á tónlist sem frá öðrum það er þetta bara alltaf vera eftir 70 Ertu komið tár? Hlustar þú bara á tónlist eftir þú fæddist Óli? Lauf mig hjálp. Þetta fyrir 78? Sorry, ég get ekki hlusta. Það fyrir 78, gleymdu þessu. Óli, þetta alveg frétt sem mér að segja. Ok, já, Mammas and the Papas, ég þekki það, gerum mörg geggjulög. Gerðu nefnilega mjög mörg geggjulög, Óli. Og það er bara ógleymanleg lög sem hafa verið gerð. Nema málið söngkonan í hljómsveitinni Mammas and the Papas, Mamma Cass, hún dó alltaf ung, hún var bara 32 þegar hún dó. Kafnaði hann ekki á samloku? There you go. Það er nefnilega heila málið. Hún kafnaði ekki úr samloku. Kafnaði hann ekki úr samloku? Nei. Og nú er staðan komin upp að dóttirnar Owen Elliot Krugel er búin að gefa út bók. Nei. Jú. Það sem að hún byrjar á og þú veist, og er bara að lýsa þeirra sambandi og þessi bók er bara nýkomin út. Þess vegna erum við að ræða þetta núna. Og af því þú veist, þetta er náttúrulega bara stórkostleg söngkona og þú veist þessi hljómsveit á bara æðisleg lög og allt það nema að hún er komið með svo mikið nóg af akkúrat þessari sögu að mamma hennar hefði kafnað úr skinkursamlöku. Það passar. Og það er bara alls ekki rétt. Okay. Hún dór hjartafalli. Það sem að aftur á móti var sko, og þetta er sorglegt sko, en málið er að hún var í neyslu. Okay. Þú veist, og þau voru öll doing the drugs á þessum tíma. Það var ekki the devil's dandruff. Jú, þau voru alveg í partípúðrinu og öllu bara. Eins og ég segi, aðri tímar. Absolutt.
en þau voru alveg ekstra að negla í sig á þessum tíma og þannig að hún deyr úr hjartafalli. Vissir þú að hún var sko búin að vera að koma fram í London, hún var í London, hún dó í London, og hún var í hún var í íbúðinans Harry Nilsson, Everybody's talking about me, anyways, og þar og fær hjartafall. En það sem rétt í þessu að það var samloka við hliðina á henni, sem að dansari úr hljómsveitinni hafði smurt fyrir hana, og það var ekkert kannski verið mikið að vera að fara í, þú veist, í búðina, þannig að það var bara til brauð og skinka og bara dúff, here you go. Nema hún var bara of out of it til að geta fengið sér bit af þeirri samloku. En þá til að vernda dótturina, skilurðu, vernda hana frá sannleikanum að þetta hefði verið eiturlyf og það, og þá fannst þeim og þau héldu að þetta myndi vera bara betra fyrir hana að halda að hún hefði kafnað úr. Þannig að þannig byrjaði að sjá orrumur, og hún bara að skrifa í þessari bók að þessi akkúrat orrumur bara búin að hafa brjálæðislega slæm áhrif á lífið hennar. Skiljanlega. Og það líka, þú veist, að því að hún var yfirþyngd, Mama Cass, og það svona, alltaf hefur verið svona gert grín að þessu hálfpartinn, einhvern veginn. Bara að hann kafnaði á samloku og hún var svo feit og bla 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 bla, og bara ógeðslega leiðilegt, og það hafði hrikaleg áhrif á dótturina. Þannig að núna vill hún bara að sannleikurinn í málinu komi í ljós, og að skrifa svo bók og svolítið svona bara að skila þessari, og hún kom tilbaka, hún segir bara, mér langar bara að taka það fram að mamma, og vill taka það fram að mamma hennar var algjör svona brautryðjandi hvað konur í tónlistabransunum í yfirþyngd varðar. Ruddi brautina, gekk svo henni getur hlaupið, sko. Hvað þetta lagið sem svo fallið? It's 94, já, geggjað, bara geggjað. Bara margir hittirar. The list goes on. Dóttirinn sem gerir þessa bók, hún eina þeim sem var í hljómsveitinni Wilson Phillips, veistu það? Þú marstu hljómsveitinni Wilson Phillips? Var það dóttir hennar? Þú vissir að hljómsveitinni Wilson Phillips, það eru 3, og einhver af þeim sko dætur Beach Boys og Mama and the Mamas and the Papas. Hvort það hafi dótturinn að Mama Cassie ekki alveg með hreina, gæti alveg verið. En þær eru Nepo Babies, dúllurnar. Gera Hold On, lagis Jón Brynjarska, geggja lag. Ég þekki það. Algjör 80s hittari. Þetta eru fréttir, Óli. Nei. Við þurfum að kanna þetta. Þetta vissi ég ekki. Þessi langar við vita hvort hún hefði verið í Wilson Phillips. En athyglisvert. Það voru fleiri sem voru að gefa út bækur. Whoopi Goldberg, okkar allra besta. Hún að gefa út bók, ævisöguna sína, Bits and Pieces, My Mother, My Brother and Me. There we go. Og hún bara að tala ferilinn, og hún hefur komið víða við, og þar tala hún aðeins tímabil sem að hún átti, sem þar sem hún var bara á djamminu í Hollywood, og hún var hætt komin, Óli. Já, mjög hætt komin af kókainuslu, var það ekki? Jú. Og þetta hvað, þetta á 9. áratugnum. Jú. Síðan hættir hún. Málið ég las þess frétt eitthvað. Já, málið sko að eins og hún segir að þetta voru bara standandi partí, eða eins og hún segir í bókinni að þetta voru bara standandi partí, það sem að í Hollywood hjá framleiðendum og leikstjórum, og hún sagði að löggan hefði ekkert verið að stoppa þessi partí, ekki hjá svona stórum Hollywood liðin, nei, hún sagði bara að það hefði verið bara bara með allt nóg til af öllu, og hún hefði bara verið með svoleiðis bara út á kinn bara partipúrið, og hefði bara farið alveg á bólakaff. Og hún bara raun og veru heppin að hafa komist og sloppið lifandi út úr þessu, þú veist. Og hún var orðin komin með svona, hún var bara með óráði, hún var komin með paranoju, mikla paranoju, farin að sjá skrýmsli undir rúmi og allstaðar. En hún sagði að það hefði ekki verið botnin. Það sem hefði verið botnin, eða okkur hún hætti í þessu kókaini, það hefði verið þegar hún hefði verið inn á hóteli, og einhver herbyggistherna hefði komið og ætlaði að fara að þrífa, og henni hefði brugðið og var eitthvað svona að hlaupa, eða hún hefði verið inn á klósti að negla í sig einhverju. Þú veist náttúrulega. Já.
og svona sá sig svona óvænt í speglinum, sá svona spegilmyndina og bara, oh my god, henni bara á svo mikið, hún hætti. Og hefur ekki gert neitt síðan, sko. Nefnir ekki gras. Já, það líka bara allt í góðu, alltaf í mínu bóka. Hún með sína einn graslínu, við höfum rætt þetta á það. Við höfum rætt þetta á það, ég ætla að fara að minnast það. Og hún að... Hún bara með The View, hún ekkert að leika, ég hef ekki séð hann einhverju mynd eða einhverjum þáttum eitthvað undanfari, nefnum kannski cameo hér og þar, sko. Nei, hún bara, ég meina, þessi þáttur The View, þetta sko á hverjum virkum degi. Það er brjálað að gera. Það er brjálað að gera og það er nóg að ræða. Nóg að ræða. Og þú getur ekki verið að leika einhverju mynd eða einhverjum þætti eða þú veist sko, að vinna í The View. Eða þú veist, það er bara ekki þannig sko. Nákvæmlega. En ég er rosa fegin að hún sé hætt. Ég held, eins og ég segi, doing the weeds, en það er betra en þá allavega þetta. Já, klárlega. Vissið þú, ég nefnilega vissi þetta ekki, en Alec Baldwin er búinn að vera edrú í 39 ár. 39 ár! Hann var edrú 85. Var hann edrú 1985? Já. Hann er búinn að edrú síðan 1985 og er að fagna 39 ára edrúafmæli. Þú segir nokkuð. Hvað finnst þú um það? Ég hef ekki hugmynd um þetta. Hvernig er hann ekki bara mega hot water eftir að þegar kamerukonum dó í myndinu Röst? Jú. Það er ennþá mál, er það ferðilega ekki? Það mál er bara dómsmál. Dómsmál, ok. Og það er ekki búið dæmið í, en þetta lítur ekki vel út. En þú segir nokkuð, var hann bara drinking the devil's juice bara hverjum degi? Maður sér það nú alveg á, sko, já. Málið er að, sko, alveg eins og við höfum rætt, djammi gefur, djammi tekur. Og ef þú ætlar að fara alla leið inn í sko, það sem að djammi hefur upp á að bjóða, þá segir bara gangiði vel vinur eða vinkona, sko. Af því að þetta er hálf braut sem þú ert að fara út á, sko. Af því það er allt í boði og ef að þú ert eini stoppariðin og ef þú ert eina mannskja sem að ert að fara sko, grípa í einhvers konar handbremsu, gangiði vel. Og það er ekki allir sem hafa styrkin í það, sko. Það er rétt. Þú veist. En 39 ári, þú segir nokkuð, hann varð frægur eitthvað það leyti minnst það. Þannig hann eiginlega allir ferilans myndi ég halda, þá var hann búinn að vera edrú. Hann leik í Working Girl, það kom 88, Beetlejuice kom 88. Já, mögulega er hann bara með þennan feril að baki af því að hann var edrú. There we go. En hann er í vandræðum núna. Já. Og við veitum ekki hvernig það fer. Hann var ekki hot boy in the 80s. Mega slick. Já, svo er annað í fréttunum að því nú eru vinkonur og samstarfskonur þínar úr Bíóparadís að fara til Cannes. Það stemmer. Kvikmyndahátíðin Cannes er að fara að hefast í næstu viku en það er bara mikil og stór vandamál í gangi og það er verkfall yfirvofandi í Cannes. Hæ? Já. Þetta er þessu yfir 200 manns sem að starfa á hátíðinni eru virkilega ósátt. Okay. Og þau ætla í verkfall á meðan hátíðinni stendur. Þetta er lifandi frétt sem gerir það verkum að þau eru ekki búin að gefa út hvenar þau ætla að fara á hvernig þetta verkfall muni eiga sér stað. Okay. En það mun hafa mikil áhrif á hátíðina. Af því að þetta er allt fólki sem er að vinna og servicera hátíðina. Og það vill bara fá almennileg kjör. Þau vinna náttúrulega algjörlega yfir sig meðan hátíðinni stendur. Já. Og fyrir þau eitthvað sem veit ekki hvað Cannes er, þá er það kvikmyndahátíð sem er haldin í Suður-Fraklandi og er eina svona þessum... Það er eiginlega stærsta kvikmyndahátíð í heimi, eiginlega. Allavega í Evrópu. Þetta er A-lista, sko. Já, þetta er með Toronto, New York og London. Í Evrópu allavega. Í Evrópu, já. Af því að við erum með Óskarna, við erum með Glóbin og svo er Cannes. Cannes er eiginlega flottasta hátíðin. Já. Og þarna hittist bara allir bransinn. Þarna verða að kaupa kvikmyndir, þarna eru þínir yfirmenn að fara að kaupa kvikmyndir fyrir Bíóparadís. Og ef þú kemst á Cannes, þá ertu í toppmálum. En nú er hátíðin í uppnámi. Er þetta bara fólki sem er að vinna bak við tjöldin þegar kemur þessar hátíð? Ó, já. Sem eru sýningastjórar, bara sem eru allir í kringum þetta. Okay. Og þau vilja meina að þau séu látin, eins og ég segi, bara er að vinna allt og mikið, engin yfirvinna og þau séu bara einhvern veginn skurnina sjálfur sér alltaf þegar hátíðin er lokið. Okay. Nú viljum við bara fá borgað. Þannig að ég átti eftir að segja þetta við Hrönn, hann hún sé meðvituð þetta, sko. Vona bara hátíðin ekki. Ég hef hitt henni í fyrirmálið. Þú segir frá þessu. Kannski veit hún að þessu. Segir frá þessu.
svo var svolítið kom mér á óvart sko að þetta eru kannski ekki beint 2 aðilar sem að myndi ímynda sér að myndi byrja með podcast saman, en það er að byrja nýtt podcast og það er Lamar Odom sem er fyrrverandi maðurinnar Khloe Kardashian, körfubolta kappi og Caitlyn Jenner, fyrrverandi mamma Khloe, fyrrverandi kona Kris Jenner og hún er náttúrulega baki svakalegan íþróttaferil. Passar. Þau eru farið að byrja með podcast saman að tala íþróttir sem heitir Keeping Up With Sports. Hvað finnst þér það? Heitir podcasti Keeping Up With Sports? Ég sé bara gangið vel. Hvað er þetta á Spotify? Er þetta öllum streymisveitum? Öllum streymisveitum, þetta bara svolítið fyndi og svona ólíklegt par til að byrja með podcast. En það er svona vísun í Kardashians þarna sko. Þetta var verið fréttum vikunar og það er það sem við erum að gera og við erum að fara í fréttum vikunar. Svo er einn svolítið skrítin fréttirna sem mér langaði að spyrja þig út í. Þetta kemur frá Danmörku. Diko? Já, og þar er, og þessi sem sagt, þetta er nuddstofa sem er að bjóða upp á nudd, nema þetta nudd er búið Happy endings. Happy endings. Þetta nudd er að bjóða, þessi nuddstofa í Danmörku er búin að vekja smá athygli að þetta er ákveðin tegund, þetta er svona svæðanudd. Ok. Og er að bjóða upp á svona að vinna með ákveðið svæði og það er eistnanudd. Að nudda eistun, hefurðu... Nei, en ég já, ok. Og ég meina, þetta er sem sagt kona sem er með þessa nuddstofu og nuddstofa Maríu. Nuddstofa Maríu. Ef hún sé ein sko, því að þú veist alltaf með fólk í vinnu. Já. En hún er menntaður hjúkrunarfræðingur og ég heildrænni meðferð líkama og hugarins. Það styð ég. Mér finnst alltaf mjög mikilvægt að þegar kemur líkamannum að fólk horfi á þetta heildrænt. Að ég held að við sem algjörlega komin á þann stað í mannkynssögunni að það sé ekki lengur bara er þér illt í maganum, þú veist, fáðu magapillu. Ef þér illt í maganum þá er eitthvað annað og það er eitthvað meira í gangi. Horfum á þetta heildrænt. Okay. Ég styð það. Þannig ég strax er mjög samþygg því, en hún er semst menntuð í þessu og ég meina hún er búin að starfa opinberlega í heilbrigðiskerfum í 25 ár áður en hún semst opnar þessa nuddstofu, þannig að þessi kona er ekkert að grínast og það er búið, nú er ég bara að lesa þetta upp á fréttinni, að búið upp á allt frá stresslosandi nuddi til eistnanudds. Og hún er semst að tala að margir karlar glíma við vanda og sem hægt er að veita meðferð með því að sinna neðri hluta líkamanns, a.k.a. kynfærunum. Þeir glíma við stress, kvíða, þunglindi, barnleysi og risvandamál og þetta snýst bara að koma líkamannum í stresslaust ástand. Og þá býður hún upp á eistnanudd. Tekur 45 mínútur, mögulegasti, 45 mínútur og þetta er nú ekki dýrt, sem samsvarar 8.000 krónum íslenskum og aðal markmiðið er að auka blóðflæðið og við kynfærin og auka þannig testosterónmagnið. Ok, sign me the fuck up. 8.000 kall 8.000 kall er ekki neitt. Og flýð út hvað, 30-40, þetta er bara sleið, helgaferð til Köpinn, Bókúta. En Óli, þú ert að fara að fá reisn samt, sko, hún talar alveg það að veist, ég gerði mér alveg grein fyrir því, sko. Og það mun alveg mögulega dropa aðeins, en þú veist, hún skilur og hún segir bara það sé eðlilegt. Ég meina, þú ert að nudda þetta svæði. Já, ég meina, þú veist, þessi konur eru öllu við hann. En hún alveg garanterar ef þú fær stressaður inn þú fær minna stressaður eftir nuddi. There we go. Stresslósun. There we go. Búið að tappa af nuddapungs. Ég er að segja þetta, mér fannst þetta bara flott hjá henni. Ég meina, kannski er þetta orðið bara nýtt trend. Ég meina, kannski, þú veist, opnar eitthvað útibú hérna á Íslandi, hver veit. Mér líst vel á þetta. Ég stið þetta. Ég bara vona bara ekki að einhverjir dúbi típur fara að misskilja hlutina. Eða þú veist hvað ég meina. Fara inn, hugsa þessi, bara ég er að losa mig við stress, ekkert meira það og mála þetta út. Það er bara það sem ég er að hafa smá ágjur af því að hún nuddstofa Maríu
er ekkert nema sko velviljin og svona og hugsa þetta bara algjörlega út frá svona þessu heildræna. Absolutt. En svo alltaf ykkur á supputuskur úti sem að hugsa öðruvísi og hugsa ekki alveg jafn heildrænt og myndu mögulega notfæra sér þetta sem með eins og þú segir happy endings. Ég vona bara að það fari vel. Ég styð Maríu. Myndur þú segja að Nuddstofa Maríu myndi þurfa öryggisverði? Örugglega. Allavega einn á vakt á kvöldin, já, klálega. Akkur, en ekki bara Nuddstofur opnar á daginn? Ég meina, kannski erum með kvöldvættir, kannski var bara brjála að gera, hún þarf bara að auka, þú veist, það bara bókar lengra fram í tíman. Eða það, Fyrir gráðið fyrst skuggalegt ef það er opið á kvöldin. Reyndar það já, ok, það var skuggalegt á kvöldin, ok, ég tekið tilbaka, já, þetta rétt. Ég hugsaði ekki alveg nógu vel. Ekkert mál, en hvað að gerast í bíónu? Herðu, Good Times Only. Við erum byrjað sína myndina Immaculate, ég veit ekki hvort ég tala um hana áður í þættunum. Hrollvekja og 3 ælupóki með. Ok, þú veist, og er fólk að þykina ælupóka og Við munum sjá til þegar myndið verið frumsýtt á 5. Já, hún verið frumsýtt núna 5. Yes, sir. Hún er með Sydney Sweeney sem gera allt vettlaust í Hollywoodinni. Það var eitthvað framleiðandi að tala illa um hana og segja hún væri bara Fuck hún er geggjus, hún geggjuleikona. Hún er alveg hér, sko. Já. Hún er alveg bara hún sagði the only way is up eins og Lisa Stansfield sagði. Já. Og þú ert búin að sjá þessa mynd? Mæli með. Óli minn. Hvað? Þetta er svona, er allt í lagi löpniðinni? Jú, ég veit það bara, þetta er bara kækur. Já, það sem ég er að veltaði fyrir mér er, þannig að þú mæli með Immaculate og hvað meira? Síðan eru föstudagspartysýningar ennþá classics. Hvað er næsta föstudagspartysýningar? Hvað er aftur á föstudaginn? Jesús, ég veit að Goonies er væntanleg bara á þeim. Goonies er æðisleg mynd. Geggjumynd. Vá, hvað ég væri til að sjá Goonies? Hún er ógeðslega góð. Josh Brolin leikur í Goonies. Já, Josh Brolin leikur í Goonies. Einu af fyrstu myndum. Og hans ferill er bara búin að vera í 90 gráða halla upp á við síðan hann leik í Goonies. Málega það, hann leik í Goonies, síðan fór hann kom eitthvað swing þarna sem hann, mörg ár sem hann gerði ekkert. Hann leikur svo ungur. Hann var svo ungur, síðan leika í No Country for Old Men og þá var það bara einu leiðin upp. Já, var það síðan þá? Já, þá fór hann aftur. Og akkur mann ég ekki hvað er núna föstudaginn. Jæja, en föstudagspartysýningar, klikkadæmi, ég mæli með. Það er æðislegt. Ógeðslega gaman, síðan við sína Birdcage bara og Helgi, sjáur þetta Helgi minn, sonur sæll, allar að mæti drægi á þeirri sýningu. Nei! Já! En gaman. Ok, þetta er æðislegt. En ertu að horfa eitthvað skemmtilegt? Ég verð að mæla með einni míniserju á Netflix sem er ógeðslega fyndin. Endilega. Frönsk míniserju sem heitir Fiasko. Ok. Ég eftir að einn þátt, ég er ekki alveg búin með þetta, ég er búin að taka þetta, en þetta er ógeðslega fyndið. Ég hef aldrei séð fyndið franskt efni, þangað til ég sá þetta. Vel að segja, ég hef aldrei eitthvað ímyndið mér að frakka væru fyndnir. Alltaf finnst þér rosa þung og ekkert sérstaklega húmórisk þjóð. Eða hvað finnst þér? Jú, þeir eru alveg sína spretti. En hvað er þessi þettir? Fjallar þetta er mockumentary og fjallar ungan herramann sem er að leikstýra sinni fyrstu seríu. Já. Og svo nýr í bransanum og hann fær peninga og þú veist, þetta fjallar svona lífið á settinu og hvað allt fer downhill, allt fer eiginlega bara til helvítis á settinu. Ekkert virkar eins og á að gera og þetta er bara ógeðslega komískt og ógeðslega fyndið. Ég mæli með Fiasko á Netflix. Fiasko á Netflix, það er mjög góð meðmæli, takk fyrir. En þú, hvað segir þú? Heyrðu, ég horfði á Death and Other Details. Sem er þáttaserja á Disney og ég er svona whodunit sem er svona sakamála, svona Agatha Christie stæl. Ok, selt, ég elska whodunit. Bara það er búið að fremja morð, það liggja allir undir grunn og þetta er svona þannig mystería. Og þetta gerist á skemmtiferðarskipi sem er náttúrulega æðislegt, það kemst engin neitt og bara, þú veist. Og já, ég ætla bara að fá að mæla með þessu. Það er svolítið erfitt að ræða þetta öðru leyti á þess að fara að segja mikið. En morðið framið og þar með hefjast leikar, sko. Ok, og þetta gerist í nútímanum? Já. Og ekki leikararnir góðir? Leikararnir er góðir og þetta er bara virkilega, þetta er bara vel gert, ég mæli með. Hvað heitir þú? Death and Other Details. Death and Other Details. Svo verð ég að segja, Óli Hjóstur, að ég sá mynd
á Netflix sem ég hugsaði, heyrðu, þetta er eitthvað svona svolítið góði leikarar. Ég ætla að þetta lítur að vera eitthvað. Jerry Seinfeld er að leikstýra og leikur í þessari mynd. Amy Schumer leikur í þessari mynd. Þú veist, það er rosalega mikið af góðum leikur. Er það alveg Frosted myndina? Unfrosted. Hún er fá hrikalega dóma. Heyrðu, ég byrja að horfa á þetta. Og þetta fjallar sér satt morgunkornastríð. Það er Kellogg's og það er alveg bara Kellogg's-merkið. Og svo er eitthvað annað fyrirtæki Post og þeir eru að tala og það er bara Kellogg's í mynd og þú veist, ég hugsaði allt í hennu og eftir svona 10, ég held ég að við náðu að horfa á cirka 12 til 13 mínútur. Það sem ég var bara, stans hér bara, og ég greip í handbremsuna, ítt á pásu, ítt á stopp og ég sagði, þú veist, hvað rugl er í gangi hérna? Ég er að horfa á auglýsingu í formi kvikmyndar í fullri lengd. Ég er ekki að grínast. Ég er hræðilega hluti þetta. Nei, ég meina, ég hugsaði bara, þú veist, og veist sko, ég fór að hugsa, ég tók þetta alveg alla leið, sko. Að, þú veist, ég fór að hugsa mér svo skrítið, sko. Ég hugsaði að því að nú er bara rosa mikil heilsuvakning í gangi í heiminum og fólk er rosa mikið að vanda sig í mat og drykk og ég meina, þú veist, fyrir utan COVID þá er svona stærsta heilsuvá mannkynsins er mataræði og sykur. Og fólk það núna virkilega að fara að gera sig í brók hvað það varðar af því að þú veist það er bara tölurnar eru bara allar margar í rauðu og eins og ég segi og bara af því að það er verið að setja svo mikið sykur í mataræði þar af leiðandi er af því að morgunkorn var rosa vinsælt eða við til dæmis vorum ung og þá var morgunkorn alveg málið og þú veist það var Cocoa Puffs og það var Cheerios og Frosted Flakes og bara allt þetta flakes eða hvað sem þetta heitir Lucky Charms einmitt, allt þetta dæmi en nú er neysla á þessu morgunkorni orðin sögulega lítill og það las ég í fréttum daginn þannig að í minn hugur fór beint í bara nú er bara einhvers konar nauðvörn í gangi hjá Kellogg. Þau eru að sponsa þessu mynd, veistu það, þið heyrðu þetta fyrst hér, ef að svo er ekki, þá bara, skal ég bara éta þessi orð ofan í mig með einhvers konar morgunkorni, en ég hugsaði bara, þarna eru þau að snúa vörn í sókn, þau eru að fjármagna þessa mynd, þau eru að fá bara geggjaða leikara, til að reyna að því að þú veist, og allt svona litirnir í kringum þetta, þú veist, morgunkornin eru í bara alveg sérstaklega svona flottu sviðsljósi og gert svolítið svona gyrnilegt. Ég held að þetta sé sponsored by Kellogg og þau séu bara að kosta þessa mynd, sko. Ég bara, það er örugglega rétt hjá þér. Ég las gagnrýni. Og hver var hún? Þetta var bara versta gagnrýni sem ég hef séð. Það var maður sem sagði að hann fór á frumsýninguna í New York, fullur salur og hann satt fyrir aftan Jerry Seinfeld og hann sagði ég vissi að myndin væri slæm þegar Jerry Seinfeld var einu maðurinn í bíónu sem hló. Hugh Grant leikur í þessu það er bara, þetta hefur kostað ógeðslega mikið pening en bara, já, ég ætla hann leikstýrir náttúrulega og ég held hann skrifa hann líka, sko ég veit ekki hvað, Jerry Seinfeld fer bara í mínu fínustu það er eitthvað við hann, þóttu Seinfeld þættinir back in the day hafa verið góðir það er eitthvað við hann sjálfan sem ég get ekki hann er allavega að reyna að koma með eitthvað svona comeback, not doing good og ég veit ekki, ég ítti bara á stopp og ég einhvern veginn horfði, veist hvað myndi ég og þess vegna er svo gott að við séum að ræða þessa hluti, Óli af því að það er svo gaman líka að vera að fá meðmæli frá þér, af því að þú ert svo vel aðeir í kvikmyndum og þáttum þannig að ég hugsaði, ég var aldrei búin að horfa þarna á Lover, Stalker, Killer sem er heimildaþáttur á Netflix og er rosalegt það er góð mynd og það er heimildamynd bara true crime já og það er ef þið eru fyrir sönn sakamál og beðmál í borginni þá segi ég þetta er eitthvað fyrir ykkur ég myndi mig svolítið á Baby Reindeer það er smá svona Baby Reindeer fílingur þú veist þessi svona afbrýðissemi hvað afbrýðissemi er við skulum ekki taka spa ég ætla ekki að spoila neinu en Baby Reindeer sem er þáttaröð sem er myndi ég segja eitt af umtöluðustu þáttaröðum á Netflix og sem er sýnt á Netflix enda á toppnum eftir 3 vikur spáði því já en er eitt af svona þessum umtöluðustu þáttum í dag já hún er á toppnum
það var, ég var að hlusta á Heimskviður á Rás 1 helgina, sem er nú ekki frásög færandi, annað það að það var talað Baby reyndýr. Já. Og það er náttúrulega búið að finna þessa konu. Og hún er brjáluð. Já, hún heitir Fiona Shaw, vissur það? Heitir hún Fiona Shaw, eins og leikonan? Nei, hún heitir þá ekki Fiona Shaw. Hún heitir eitthvað svona Fiona eitthvað. Ok. Það er í nafnið á henni, þú veist, það er óslega auðvelt að googla það. Ok. Og hún segist bara alltaf að sækja þetta mál, auðvitað heitir hún ekki Fiona Shaw. Hún leikir Harry Potter. Hún leikir líka True Detective. Var ekki, jú, það er hún. Fyrirgeðu Fiona Shaw. Allt í Þú varst góðu. ekki stókurinn í Allt í góðu. Baby reyndýr. Allt í góðu. Það er önnur kona. Önnur kona. Og hún er bátt og hún er brjálið. Og óslega fyndið, ég var að lesa eitthvað frétta sem Stephen King og var eitthvað að lossa með þáttunum. Nú? Baby reyndýr, hann var bara eitthvað, þetta er að besta sig að heiminni séð. Já. Herðu, okkar kona, eða ekki okkar kona, sem var stólkarinn, er búin að hóta að kæra Stephen King ef hann ætlar að fara eitthvað lengra með þessi meðmæli sín. Býtu fyrirgjöf, má ekki Stephen King mæla með? Hún er brjál út í Stephen King líka, sko. Það er alltaf gerast í Ef hún passa sig ekki, þá, ef ég þekki hann Stephen King rétt, þá væri hann alveg líklegur bara til að skrifa glænýja sögu. Örugglega. Starring hún. The sequel. Jesus. Herðu, reyndýr, er það ekki skrifa R-E-I-N-D-E-E-R? Bingo! Ok, menn ég var að labba fram hjá gamla Caruso í hádeginu í gær og það var svona útiskilti með matselum á og það stóð reyndýr, R-A-E-N, svona regndýr, reindeer. Og ég var Kannski er alveg, það bara eitthvað þetta pæling. meikar ekkert sens. En er Caruso ekki hægt? Þetta heitir ekki Caruso, en veist, interior er ennþá eins og gamla Caruso. Ég man ekki hvað En það er veitingastæður Það er veitingastæður, já, en Og alveg. það er fólk þar inni? Já, Ok. byttu fyrir þér. Ég veit ekki hvað hann heitir samt. Hvort það Reindeer? heitir eitthvað promo eða pronto eða eitthvað, I don't know. Eitthvað svona ítalst. Já. Mér varst bara að fyndi í greip augun í þetta, ég bara eitthvað, er það ekki R-E-E-N? Stafsir líka perrin í mér alveg brjálæðir. Hérna, ok. Áður en við förum í afmælisbörnin, Óli minn. Þannig að því sé haldið til haga. Þú mælir með Fiasko. Franskir þættir á Netflix. Ég mæli með Death and Other Details. Og ég ætla bara ekki að mæla með Unfrosted mynd á Netflix. Gott hjá þér. Auðvitað getið þið séð þetta og þið getið dæmt þetta sjálf. En ég veit það ekki. Heyrðu, Óli. Já, skan. Er það afmælisbörnin? Við erum komin í afmælisbörnin. Let's do this. 1. maí. Wes Anderson átt afmæli. 55 ára. Til hafa mikið Wes Anderson. Hann er æðislegu leikstjóri. Hann Ég mjög er góður, hann mjög góður. rosalega hrifin á honum. Sem leikstjóra? Við sam Asteroid City saman, manstu því, í fyrra. Já, við fórum að myndina Asteroid City. 55 ára, 2. maí, Dwayne The Rock Johnson átt afmæli. Þetta var hann ekki nýbúin í afmæli? Óli Mara, þetta er árlegt. Ég veit. Þetta er árlegt. Ég veit það, mér finnst þess að við erum nýbúin að ok, whatever. Time flies when you're having fun. 52, sami dagur. David Beckham var 49 ára. Til hann ekki David Beckham. Victoria Bóka gert eitthvað gaman fyrir hann. Já, hún átti náttúrulega afmælinn daginn og það var bara blaðamál, sko. Já, það var blaðamál. Heyrðu, 3. maí, okkar maður Christopher Cross, 73 ára, söng og lagahöfundur sem að gerði meðal annars lagið úr Arthur og Ride Like the Wind sem er svolítið lagið okkar. Já. 73, sami dagur, okkar allra besta, hún er búin að hlusta á okkur lengi og vera vinkun okkar lengur. Guðrún Harðardóttir var fertug, mikið opbóstlega, veistu það? Mikið var gaman að koma til þín og laugardaginn. Vandari konu. Ég veit það. Bara... Hún er að hlusta, sko. Vá, sko. Og Davíð, sjárat að Davíð líka. Davíð Benson, maðurinn hennar. Bæði tvö. Þau eru svo yndisleg. Og fallegt heimili, Jésús, eldur sér var búa svona líka vel. Innilega til hamingju með afmæli. Heyrðu, einn af mínum allra uppás, Will Arnett átti afmæli, sem er grínisti, 54, og ég er alltaf að tala um podcastið hans og svo get ég aldrei muna hvað það heitir, nema nú myndi það. Smartless. Hann er algjör grínisti og grínari og ég og skonum innilega til hamingju með afmælið og ég ætla að senda ljós. Við sendum ljós. 5. maí, Adele átti afmæli. 36 ára. Engin önnur. 36 ára? Mér finnst 36 í, en veistu það, þú veist, hún gætir ekkert en verið samt eldri. Já, ég verði að segja. Var hún að byrja fyrir sinn ung? Já. En geggið. Ertu að grínast? Adele. Geggið. 7. maí, Já. George Clooney, 63. Já.
það er dagur, nei, það var í gær, já 7. maí það, veistu það, ég hugsaði bara, ég trú ekki að það sé engin, veistu það, ég var bara með, sko ég hugsaði fátum fína drætti, veistu, ég var komið með bara látin, bara Tchaikovsky, hann átti afmæli Ég frissaði, afsakaði nema svo sé ég Atli bróðinn á afmæli í dag Ég ætla að fara að segja það, hann á afmæli í dag hann eiginlega svolítið reddar þessu, núlefandi Hann er 32 til hamingjum afmæli, elsku bestu minn Atli bróðinn og Tchaikovsky eiga daginn í dag Ég ætla að segja, ég er að fara að hitta hann eftir í mat hann það, hvað ætlaði að gera? Ég veit ekki, hann og systir og hérna, við ætlum að fara eitthvað fínt út að borða eitthvað næs Pronto? Ég veit það ekki, Nei. fá okkur reindeer Heyrðu, Ég er óslega ánað með bróða minn Er það ekki? Jú, mjög ánað Hann er líka rosalega vandaður Mjög vandaður Vandað fólk sem ámæli þessari viku En við erum bara komin að leiðranda, Óli minn Og Takk fyrir mig, þetta er alveg það Eurovision í kvöld, samstöðu tónleikar Og Boykott Eurovision, ég ætla bara að segja það Guðskús tónleikar í vikunni Það er nóg að gerast í þessari viku Já, og við komum aftur til viku með fullaðan þátt Já, og við verðum bara á vaktinni Og þangað til, Óli minn Bæ, skan Takk fyrir Bye Bæ